Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig hægt er að blekkja með tölfræði. Það er mjög auðvelt að gefa villandi upplýsingar með alls konar tölfræði þó að tölfræðin sé í raun rétt. Skulum skoða dæmi. Ef að ég er að selja til dæmis tölvur og ég ætla að gera 2 gröf sem sýna í raun það sama. Hérna sjáum við 100.000 og 200.000 og við skulum segja ein tölva kosti 100.000 og næsta tölva kostar 110.000. Því sjáum hér er rosalega lítill munur á þessum súlum. En ef ég hef gorm á þessu og hef 100.000 hér og þetta eru verð, muna að merkja ásana, og hér er svo 110.000 og svo 120.000 hérna stöð fyrir ofan. Þið sjáið, hér eru með 2 myndir sem sýna það sama. En ef ég var að borga fyrir auglýsingu í blaði og segja að þetta er tölvan sem ég er að selja og þetta er tölvan sem samkeppnisaðilinn er að selja, að þá eru að lítill munur hérna. En sjáðu hvað er mikill munur hér. Samt er þessi mynd alveg löglegt því það er gormur sem sýnir að ég er ekki að fara úr 0 upp í 100 hér, heldur er eitthvað starra bil. Það er hægt að hafa gorminn bara lítinn, þannig að hann sjáist varla. Og það veit ekki allir hvað þessi gormur þýðir heldur. Þannig að hér virðist þessi tölva vera miklu ódýrar en þessi. Og svo er kvarðinn kannski ekki rosalega velmertur með litlum stöfum. Þetta er allt löglegt, en fólk horfir ekki alltaf og lesi ekki rétt úr þessu. Hérðu, já, það munar svona miklu. Þegar munurinn er í raun hverfandi lítill. Það er líka hægt að hafa ásana þannig að þeir séu þéttir, þannig að línurnar halli annarkvort minna eða meira eftir því hvernig maður lagar ásana til, hvað breytingar, ef ég er að sýna fram á hvað vörurnar hafa lækkað mikið hjá mér, bara með því að hafa ártölin svolítið þétt, að þá, og þennan á svolítið gisinn, þá verður línan svona, í staðinn ef ég drega þetta svolítið í sundur, þá verður línan svona. Lína sem sýnir alveg það sama, þetta er bara spurning hvernig ég breyti ásunum, hvort að tölurnar hækkar hratt hér, eða hægt, og þá breytist hallin á tölunum. Það er líka hægt að sýna fram á ýmislegt sem að með tölfræði, eins og til dæmis ef við erum að reikna meðaltöl, ef einhver er að keppa í íþróttum, til dæmis í sundi, og hann syndir einhver ákveðna vegalengd, það eru 2 aðilar og þeir synda á 15 sekúndum og 16 sekúndum, 18 sekúndum, 17, 18, 16. Hvor er betri? Við sjáum að þessi syndi á besta tímanum en meðaltalið er betra hjá þessum. Hvor er þá betri í sundi? Við þessu er ekki til einfalt svar, en þannig er hægt að nota tölfræðina svolítið til þess að blekkja.